Já. Hello there. Hello there, governor. Hello, governor. You trying to jack me off? The Jacker. I'm Jack the Ripper. I'm about to jack you off. He jacked off 15 women in a month. You think if 15 policemen would come after you, you could all beat them all off? That'll get you to jail. Now he's back. Ok, Jack the Ripper mynd nema Jason X. Já, svona Svona út í game. svona út í game. Mér finnst þegar hann tekur svefnpokatriði. Sko það er einlega sko, það er svona, það er mjög painful að, Jesús Kristur sko, ég er að sprengja eyrun öllum með það. Það er mjög painful að vera, þú veist, við erum í kolniða myrkri, við brutumst inn í djúbryggið og erum þar í myrkrinu. Já. Þess vegna er ekki mynd af því að við bara, þú veist. Og Doddi sprakk. Doddi var í Epstein-skjólunum. Já, Doddi var í Epstein-skjólunum. Hann er eini. Hann er eini Íslendingurinn. Eða sko, hann er líka eini. Nei, Óli er líka. Já, Óli og Doddi. En hann er líka eini sem er bæði fórnarlamb og gerandi. Já, ég veit ekki alveg hvernig hann svona Stockholm-syndrómaði svona yfir sig. Já. Varð með, þú veist, var svolítið meðvirkur. Þannig hann batnandi mönnum best að lifa. Já. Hann er núna í Haag, þannig það er bara, við gátum ekki hringt hann inn eins og er, en við bara finnum eitthvað staðgengil fljótlega og svona, bara kannski með, þú veist, kannski eftir 100 ár verður, þú veist, Jason X mynd hann. Af því að Jason er augljóslega frá 1926. Það er það sem ég... Nei, hvernig kom myndin út? 90 og hvað? Já. Hann er frá 1892, augljóslega. Vorhís fjölskyldan. Já, en svo líka, þú veist, bróðan stóttar að flytja heim. Hann kannski bara kemur inn. Já, hann kemur í staðinn. Daði þú hann mætir. Alltaf að... Já, sko, já, eins og ég segi, það er mjög vont að geta ekki, sko, sýnt eins og svefnpokatriði í Jason X. Skal leika það fyrir þig? Já, ég verð þær, eða, þú veist hvað? Ég veit ekki. Ok, neða, þú veist, hann eitthvað svona lappar, þau reyna að trikka hann. Já, þetta er svona sýndar veruleika dæmi. Já. Þetta er ekki alvöru, hann svona, hei. Og byrjum bara að segja að Jason X er Jason mynd sem gerist út í game. Hann er frosinn, eitthvað, þú veist, þetta er svona Demolition Man, þú veist, þetta er bara tróp á svona tíma. Það er langt síðan að ég man ekki alveg akkur er með frosinn Jason út í game. Akkur tók hann með, er þetta eitthvað svona hann er frist menn og ég held að hann hafi verið óvart með það er svona, hann var eitthvað gaur yfir inventoríinu, þú veist, á lagurnum og eitthvað svona, ok, tökum öll frjóuðu eggin og setjum þau hérna og svona, og þetta eru örugglega líka kælir fullar af frjóuðum eggjum, tökum hann með. En í byrjunni þar er David Cronenberg. Hann er sem sagt maðurinn sem að, þú veist, hann er fyrstu til að drepa í myndinni. Já, ok. Ég fattaði ekki fyrir en bara ég horfði á hana senast, sem var fyrir ekki talengur síðan. Ég var bara eitthvað, hvað? Já, ég er Bergur, by the way. Já, ég sést náttúrulega ekki. Já, fuck, ég sést ekki heldur. Þetta eru Líndal-bræðurnir. Já. Actually, bara scratch skítkastið, þetta er bara Líndal aftur. Já, þetta er hérna Líndala comeback í... Líndala sería 2 eftir hvað, 10 árum setna. Já, 10 árum setna, we're back. Nei, sko, við engina, þú veist, lokaðu bara eyrunum í smá stund. Þú veist, ég nefnir ekki að eyða þessu, þannig að bara lokaðu eyrunum. Hvað ef við komum bara með comeback? Þú veist, við hlustum á seinast þáttinn úr fyrstu seríunni og höldum bara áfram á þess að eins og ekkert á ekkert. Svona 10 árum setna. Já, en ok, þú veist, Jason X, Jason mynd, hann er alltaf ódreipandi, frosinn, 40 game, wreaks havoc, skilur þú? Já. Og ef maður gett, ég man ekki okkur hann er með gett cool grímu. Nei, hann er með eitthvað svona space stál grímu. Sem er fucking cool. Eitthvað svona aerospace
einhver hjá NASA surgical steel mask. einhver hjá NASA sem sagt útbjó grímu fyrir hann að því að hann fór óvart með Já. Nei, byrju, hann er eitthvað svona rebuilt með nanoparticles og whatever. Það er fáránlegt að vera að tala um þessu mynd og hafa ekki að horta á hana. Já. Ok, við ætlum að horfa snöggast á hana. Ok, býð þess. Ok. Nei, þú veist, ok, við vitum hvernig Söpbugatrið er. Þú veist, þar er hann er svona tekinn sem ef einhver hefur horta á þessu mynd þá veit hann hvað við erum að tala um með Söpbugatrið. Já, en þú veist, ok, hann lappar hann inn í eitthvað svona klefa, svona the holodeck sem er á öllum gameskipum að sjálfsögðu. Eða, þú veist, já, þetta er eitthvað svona vitnun í, þú veist, Star Trek. Já, þetta er væntanlega svona, já, við getum farið hérna og bara í lautaferð hérna í sýndaveruleika klefanum svo við erum ekki geðug út í game. Nákvæmlega, eins og the holodeck er. Já. Þú veist, það er eitthvað svona algjörst ADHD moment hérna, en í Star Trek það er eitthvað svona heil fólk átti bara svona eiginkonu og eitthvað. Áttu allir einhver? Nei, þú veist, í the holodeck sem var ekki til. Já, bara svona átti fjölskyldu. Já, veist, þetta er svona hördæmi, skilur. Já, ég skil. En allavega, þú veist, þau reyna svona að lokka hann inn í herbyggja því hann er svo heimskur og eitthvað from the past og eitthvað svona, við ætlum að gera the holodeck fullt af 2 megababes. Í minningunni hafa verið báðar asískar. Já. Er það rétt? Já. Ég veit ekki hvaðan samt á því Jason Voorhees er augljóslega kóreskur. Við sjáum það bara dröndi grímni. Það var reyndar geðveikt. Það, ok. Representation, hérna. En þau eitthvað svona wanna get a beer and get naked og fara svona úr á ofan og eitthvað með bjór og svo bara svona klippir eiginlega bara svona það er svona bara svona hard cut yfir í hann að berja þeim undan í tré inn í svefnpoka. Er það báðar inn í einum svefnpoka samt eða? Ég held það hlýtur eiginlega að vera. Hinn getur ekki bara verið eitthvað að horfa. Við þurfum að horfa á þess að sko, það er bara ok. Við erum komin aftur. Er dáleitur inn í hann er svona maneuvered inn í sýndaveruleika klefa svona holodeck kemur það inn 2 gælur ein Asian, ekki hinn og þau eitthvað svona hey, want a beer? Want to smoke some pot? How about we have some premarital sex? Og fara svo úr ofan. Já, og svo lemur hann einn í svefnpoka í hina í öðrum svefnpoka. Hann er svo búinn að tróða annar hún í svefnpoka dreða svo hinn hún í svefnpoka og lemur hina með henni í svefnpoka. Þessi gríma er meira hún er meira fucking cool en við myndi sko. Já, þú veist, mér finnst hún fucking nett. Ef að cool er orðið sem við erum að leta þá. Mér finnst það fucking nett sko. Mér finnst hérna ég er big Jason fan sko. Það eru ógeðslega margar. Það eru kannski 13 myndir eða eitthvað. Ef ég ætla að vera alveg honest akkurat núna þá held ég að Jason X sé eina myndin sem ég sé. Það er ekki séð, þú veist, fyrstu með Kevin Bacon. Ég held ekki, ég er ekki vissan. Þú kannski bara séð atriðið þar sem hann er drepinn. Það er svona frekar klassist, er svona, hey, Kevin Bacon er í svona mynd, það sem hann er stunginn, þú veist, í gegn með hann er undir rúminn hans, hann er náttúrulega mammans í fyrstu myndinni. Já. Sem er morðinginn í fyrstu myndinni. Já, sko ég vona ég sé ekki að spoila fyrir neitt. Ég nefnilega ætla að taka fram að ég er ekki mikill svona horror slasher að þannig. Já, ekkert brjálæður, ég hef alveg hort á einhverjar á þessum myndum sko, en honestly held ég að Jason X er svona eina hún er, þú veist, sem eina Friday the 13th mynd sem ég hort á. Sem Jason aðdóndi, það er bara seal of approval sko. Mér finnst Jason X bara ná djókinu, skilur eða veist, djókinu, þetta er bara super slasher vibes, skilur og svo er hann að lína svona you think that will kill me. Nei, jú og svo segir hann eitthvað svona no, that'll do. Já, við horfðum á hana, var ekki?
Horfðu við? Já, þetta atriði, mannalegt að horfa á þetta Já, geti vel verið við höfum hort á hana saman, Já, en en það er mjög langt síðan, sko. allavega, þú veist, Jason hann að 7, já, náttúrulega, þú veist, long sleeve ball af Jason Takes Manhattan Já, sem svo fyndinn af því þeir þurftu eitthvað svona fuck, ok, þeir eru í upstate New York og við þurfum að koma honum til Manhattan því það var eitthvað svona, þú veist, Predator í New York já, þú veist, annar Predator fá hérna borgarbræin á þetta. já og þannig þeir láta hann hlaupa á eftir manneski upp í ferju og ferjan fer til New York og svo fer hann af ferjunni Áhugavert. og það var svona Og fer hann bara eitthvað að fá sér kaffi og já, hann verður bara eitthvað svona oh, I'm walking here og eitthvað, þú veist, verður eitthvað svona götulistamæður í Hoboken og þú veist, allir eitthvað, wow, hver er aftan grímuna og hann í rauninni Banksy nei, þú veist já, en þú veist það, já, þú veist, ég skil það, þú veist, fólk með eitthvað svona algjört svona ekki elska hryllingsmyndir, ég elska 80s hryllingsmyndir, maður svona mikið af þeim eru ekki góðar Já, sko, svo líka spurning með, sko, hvort það séu hvað er gott í 80s og 90s hryllingsmyndum. Það, þú veist, það innan gæslepa grínið? Já, eins og að vera flengd út þetta við það í Nightmare on Elm Street 2 Já eða þegar fuglinn springur og hann segir, hvað settur flugheldan í fuglinn? Já hvað settur í matinn? Ég sagði þér að kaupa ekki þetta fæði þú veist, það er ekki þetta, það er úrslega fyndið. Það er úrslega fyndið Já, það þarf að vera fín lína milli svona sjokkerandi ógeð já og gott, góðu one-liner og gott grín inn á milli. Þú veist, það er enginn að horfa þessar myndir eitthvað fyrir, ég veit ekki, myndgæðin eða eitthvað lýsinguna eða leikinn, skilur. Nei, ég manna sko söguþráðin, ég manna þetta mögulega, þetta ekki. Mamma, bestingur minnar, hann er Andreu hún sko þegar Johnny Depp deyr í fyrstu myndinni labbaði hún út bara eitthvað, fuck this Johnny's dead, þannig hún fór bara út. Mér fannst það frekar vel gert sko. Já, ég sko hefur ekkert séð þarna Behind the Mask, The Rise and Fall of Leslie Vernon. Nei. Það eru svona nokkrar svona meta-hryllingsmyndir, þú veist, Cabin in the Woods er eiginlega bara svona meistarverk, algjör snild. Leslie Vernon er, þú veist, mockumentary mynd raðmorðingja þar sem þeir eru að taka viðtal við hann, þú veist, í myndinni og hann er eitthvað svona já, þú getur ekki fucking ímyndað hvað þetta, þú veist, það er svo mikið set up við eitthvað svona og er eitthvað svona setja, þú veist, innan gæðslega bara breadcrumbs til að fólk svona fari á eitthvað stað og getur hann gert svona get cool, eitthvað kill og hann eitthvað, þú sér að þú veist einhverja gauðra bara eitthvað lappa á eftir fólki og það er að hlaupa og þeir svona lappa bara, ég þarf fyrir ræktina sko 4 sinni í viku bara á hlaupabretti allan tíman til að ná fólki og þetta er, þú veist ég man ekki, þetta var svona smá confusing eins og þú veist þeir væru til í alvörunni Jason og whatever allir raðmaður ekki að vera, ég minnir það ok og hann væri svona following in their footsteps skil en þú veist smá spoiler en þú veist hún tekur beygju rétt eftir hálfa myndina og verður alvöru mynd þannig að hún fer frá því að vera heimildamynd og fer frá því að hann byrjar að drepa allt krúið og það hún er geðvik sko. Til það er sniðugt. Hún er geðvik sko. Já, það er sniðugt. Ég fíla sniðugt líka. Já, þú veist 2 tíma mynd sem væri bara þetta væri alveg bara svona, þú myndir alveg svona slökka á henni, það eru 40 mínútur eftir. Já. En þegar hún tekur þetta, þú veist, já, réttum tímapunkti þá svona byrja þau bara eitthvað svona oh fuck eitthvað, þú veist, nei, eitthvað byrja að fríka út.
Tucker and Dale vs. Evil líka. Já, hún geggjuð. Það eitthvað svona akkur er alltaf að mæta á landið og drepa sig alltaf því úlingum að drepa sig. Það líka bara því líkt casting í henni maður. Oh my god, sko. En já, þú veist já, hryllingsmyndir, það margt sem hægt að segja hryllingsmyndir og ég meina, þú veist, svona þetta svona að fá að upplifa ótta í innan geðsalapa venduðu eitthvað, þú veist. Já. Umhverju og svona, og ég meina, ég man að Flossi skrifaði það sem myndi það. Skrifaði það svolítið, þú veist, að því hann er alltaf mikill hryllingsmyndir nefndi. Já, Flossi Ólafs, já. En hérna, þú veist, eitthvað svona, já, þú veist, þú farð að, já, og mér er ekki greina fyrir frá mig, en hann skrifaði nokkuð fallega þetta, en ég er samt alveg á saman tíma bara svona, það er rosa mikið þessi sem er bara eitthvað, þetta þarf að vera innan svo mikill að marka fyrir mig líka. Það er alveg CS shit sem er bara svona actual viðbjöður og maður bara svona, veit ekki alveg hverju þetta var. Já, hverju gerir þetta einhver? Og náttúrulega ein mynd sem olli því að Charlie Sheen hringdi í alríkislögregluna og hringdi út um allt bara, þið verða að ná þessum gaurum, þau eru bara að ná því hann bara, þetta er alvöru. Og þú veist, ok, þú horfir að þetta er Guinea Pig, þú veist, serían sem bara svona, þetta er bara svona gore, bara algjörst japanskt gore. Og þú veist, ef þú verður að horfa á þetta og þú veist, þú skildir ekki textan utan á þessu og þú verður að horfa á þetta og það verður svona frekar lélegum geðum. Akkur var Charlie Sheen að horfa á þetta? Ég fucking Hvað? Nei, ég held þetta að verið eitthvað smá svona fólk var að taka af þetta og þetta var svona smá underground dæmi, sko. Ok, þú færði þetta í brúnum pappaboka og það er bara svona, já, eitthvað japanski stafir þetta allt og eitthvað, fuck, og svona þrefalt búið að rippa hana þannig að svona meira lélegum gæðum og bara svona, sérðu eitthvað borð einhvern, þú veist, ég myndi alveg svona, já, þetta er snöff. Þetta er snöffmynd, ég vil það ekki, en hann bara, þú veist, það er bara í crazy mál, sko, og já, þú veist, hvað hélt hann algjörlega? Ég veit líka þetta, þú veist, þetta er Charlie Sheen reyndar, það er ekki. En ég held því að vera rétt með mála að það veri Guinea Pig frekar en einhver bandarísk mynd, sko. Ég myndi einhvern veginn, mér finnst það svona meika meira sens að hann myndi alltaf gera eitthvað í því. Já. Já. En ég veit ekki. Kannski held hann bara að já, en þú veist, eitthvað svona einhver japansk mynd væri í Bandaríkjunum. Hvað var það? Það vorum hlust á þáttum daginn þar sem var að tala um Human Centipede. Það er ekki gott. Mér finnst það ekki, það er, þú veist, ég náttúrulega hef ekki séð Human Centipede, en þú þarft ekki að sjá það. Mér langar ekkert að sjá Human Centipede. Þú veist, þetta er, þú veist, Saw, sure. Ég meina, það er náttúrulega það er bara puzzle dæmi líka. Það er bara gimmick og það er bara svo Final Destination allan daginn. Love that shit. Já, ég meina. Love that shit. Það er good shit. Því það er eitthvað svona super basic bara premise. Svona cool death scenes. Þetta er bara basically Mortal Kombat svona loka combo. Já, finish. Já, svona finish him. Þú veist, þetta er basically bara það, eitthvað svona X-ray að brjóta hann rippinn, eitthvað, nema í bíómynd. Já, ég horfði á Final Destination 1 bara um daginn og þú veist, hún er bara góð mynd líka, sko. Já, þú veist, fyrir utan það að þú veist, svo er náttúrulega framhaldi, myndin sem koma eftir því, það var svolítið mikið bara svona, þú veist, going with the gimmick, sko. Já, nema þriðja við áttum hana á 10 af 10. Já. Þar kannski valið hver dó. Ok, það er snilld. Og mér langar alveg smá að ná í þetta aftur til að því ég skil ekki alveg hvernig þetta virkaði, því þú veist, karakterinir töluðu saman eftir þetta, skilurðu. Þannig tókuð þeir bara upp. Já. Það er fucking crazy. Það er nuts.
ok, þetta ekkert svo langt á milli að næsti deyr, en þú veist, það samt crazy, sko. Ég fór á 9. myndin í bíó, sko. Er það 7 eða hvað? Já, ég held að Ég man ekki hvort nei, ég held ég sé ekki bara að horfa. hún brútal, sko. En hún líka öll praktikal. Allt praktikal effects, það geðveikt, sko. Það cool. Ég líka komast að því, talandi praktikal effects, Fallout seríu 2. Já. Bara eiginlega allt sett. Já. það er crazy, sko. Já, líka sko Deathclaw-in eru stop motion. What? Já. Það var eitthvað sem var bara að segja mér þetta í dag eða í gær. Djúvill það kikja. Brynjar held ég eða eitthvað, ég man ekki hvað sem er. Djúvill það kikja. Mér finnst ég líka bara, þú veist, ég var bara svona mér finnst stop motion eini hluturinn sem er bara svona, mér er sama hvað þetta lítur út, ég til í það. Já, líka... það gæti litið út eins og actual mannaskítur og ég myndi bara eitthvað geðið. Hefurðu séð testin fyrir Jurassic Park fyrstu? Þeir ætluðu að gera stop motion. Já, og fengu hann the guy. Já, bara, já. Tippett? Nei. Já, jú. Paul Tippett. Já, akkurat. Fengu hann til að gera sem sagt tests fyrir það og það var geðveikt, sko. En CG dótið í Jurassic Park 1 92 eða ekki? Jó. Kemur 92. Já. Þau eru bara svona fullkomin af því að ok, það er alveg einhver sem eru svona ok, þetta er CG en sundaði er bara flawless. Já, ég get alveg svona séða fyrir í hausnum á mér mér er það bara loka atrið, þú veist, þegar fánin eru að detta niður fyrir aftan og það bara þú veist, þetta er nefnilega svo það er svo mikið verið að vinna með það alveg 100% rétt. Þú veist, þú ert að vinna með bleituna í rigninguna þú veist T-Rexin og það er bara þú veist, að vinna með svona reflective surface skilur í CG er bara, þú veist, það virka bara sama hversu low res innan gæsalappa það er. Já. Og svo var ég að horfa á fokkin Avatar næst nýjustu það var eins að ég var að testa nýja sjónvarpið við vinnu og ég bara eitthvað, best að kveikja þessu HDR 4K brjálaði og kveikta það og ég bara svona, þetta er fucking PlayStation 2 töluleikur. Ég held þetta væri svona hyperbolikiðar fyrir þú síndi mér þetta og ég bara svona, nei, þetta er Yuri's Revenge. Bara þetta er eitthvað svona. Mér leiðist að vera cutscene í Red Alert. Já, þú veist hvað. Jú, inn á milli geðveikt flott skot og þú veist, eitthvað svona vassdæmið er allt eitthvað geðt. Vandinn er samt alltaf þetta er líka, þetta fer niður í The Uncanny Valley en líka þegar komið með svona mikinn sko mun á því sem er flottast og því sem er ljótast þá sko þetta er eins og að því vorum að horfa á Korn-myndbandið daginn já Falling Away From Me byssukúlan það kemur svona allt í einu skot af síma og hendi sem er svona kúlan fyrir gegnum og það er bara svona ljótasta CG í heimi að þetta er náttúrulega bara en restin er geðt allt annað er náttúrulega geðt en þú veist það er eins og þú veist Avatar dæmið sumskotin er bara það þú tekur líka miklu meira eftir í af því að það er allt í einu miklu verra en mér finnst eitt með svona 90s CGI og sérstaklega í tónlistmyndböndum svona sumt lítur bara soft út og ég bara svona, það er allt í lagi já eitthvað svona byssukúlan fyrir ekki að græða þú veist hættið að hugsa eitthvað svona polygon count, eða þú veist, hvað eru ekki þrítingar í þessu gati, bara svona þetta má líta soft út þetta bara má það alveg 100% og maður er ekki að gera ráð fyrir það budgetið á einhverju tónlistamindbandi nei, mér finnst bara svo oft verið að eyða tíma í að gera hver einustu rukku í andlundangurum og svo, þú veist, maður er bara svona ok
og það, hvað meinarðu? og það verður brúsla uncanny. Já, ég líka bara ég er 3 metrar frá sjónvarpinu mínu ekkert endilega að horfa á þetta í 4K skilurðu. Já. Mér finnst líka mér finnst 4K svo mikil mér finnst það svo mikil bóla sko. Ég er með bara 1080 sjónvarp og Já, ég ég horfi með- á þessar myndir og ég í alvörunni ég er ekki að sjá það er eitthvað svona clarity með, Já, en það skiptir mig þú engum veist, máli. ég er með skjávarpa. Já, myndin er góð. Já, ég er með skjávarpa og var að horfa á myndir á Blu-ray disk. Já. Og ég er bara eitthvað svona þetta er alveg bara svona þetta er það besta sem ég get auðveldlega þetta er bestu gæði sem ég get auðveldlega fengið. Já. Bara svona 100% og þú veist, ég er með eitthvað 4K Blu-ray diska og eitthvað svona, en ég bara svona En jú, ég meina þetta sjónvarp kostaði yfir 500.000 þegar það var nýtt. Já, ég veit. Þetta er mjög gott sjónvarp. Já. En þú veist, þetta er bara eitthvað sem að fólk hendir í rusli í dag. Mér finnst það bara svo mér finnst líka eitthvað svona þú veist, ég er með fucking Grundig sjónvarpið þitt ennþá sko. Já. Frá 2006 eða eitthvað. Solid sjónvarp. Plasma sjónvarp. Ég er bara svona mér finnst það geðið. Já. Það er solid. Og þú veist, já, mér finnst alveg bara svona ég er ekki að og það er alltaf eitthvað svona nýtt dæmi svörtuliturinn er miklu svartari, þetta er miklu skýrara eitthvað, ég er bara svona en vil ég það? Já, líka bara gerðu bara góða mynd. Já, honestly at this point bara gerðu bara góða mynd og hætti að setja filmmaker mode í sjónvarp. Það shit sko ég flökur þegar ég horfa. Ég þurfti þegar ég var að prófa nýja sjónvarpinu þá var ég að fara bara í gegnum allt þetta til að slökkva á dót eitthvað svona sport motion smoothing stillingar, eitthvað motion smoothing bullshit og ég þurfti að slökkva á svona 8 stillingum. Já. Og ég bara svona, af hverju er þetta ekki eitthvað sem ég þarf að kveikja á? Þetta líka lítur verð út. Þannig, já. Af hverju myndir þú vilja selja með sjónvarp sem úr kassanum lítur verð út? En ég bara skil það ekki. Þetta er nefnilega bara nákvæmlega sama með, og þú veist, nákvæmlega sama með myndavélar. Þú veist, fólk er að spyrja mig, og þú veist, jú, það var, ég veit að það var að spyrja mig myndavélum daginn. Já. Og, þú veist, hann er með alveg rétt að fjóða þetta. Já. Hann bara var miklu meira að tala um tengi möguleika að geta sendt yfir Wi-Fi og þannig dót. Já. Fyrir ekkert myndgeði, því ég bara svona ég veit að hann veit að myndgeðin er ekki issue. Það er ekki issue í dag. Nei. Ég þarf ekki að auðvitað koma þessu á síma minn eða í töluna mína og þú veist, that's it. Já. Og ég bara svona það er rétt approach að nálgast það þannig og þú veist, eins og ég var að tala um daginn, bara svona Nikon D800 sem er bara eitthvað svona vél frá 2013-14 kannski, eða fyrr jafnvel. Ég bara svona þú getur tekið góðar myndir með þessari vél. Þú getur gert það. Þetta var, og þú veist, og er ennþá, ég held að sé ennþá prósenta af World Press Photo sem tekið á þessa myndavél. Alveg sko stór prósenta sko. Já. Að því bara svona, já þetta virkar. Ég meni, þetta er bara eins og, þú veist, ég kefti fucking 5D Mark 3 á 60 skall. Á 10 sinnum minni penning en hún kostar meir en 10, sko, hvað var, 800.000? Ég uppreiknaði að það var 860.000 nýjúti búið fyrir 10 árum eða fyrir 13 árum, sorry. Já, þú veist, það er ekki mér sama. Ég bara, mér finnst það bara svo magnað dæmi, sko. Já, og þú veist, jú, það er alveg fullt af hlutum sem eru í nýjum myndavélum sem eru næs, eins og autofocus, eitthvað svona sem er orðin ennþá betri og Ég nota aldrei autofocus.
Nei, ekki Þessi ég nota single shot focus alltaf. Já. En þú veist, ég bara svona Ég meina líka að þú ert að taka upp vídeo. Já. En það samt, mér finnst það samt iffy, ennþá Já. En það var mér finnst það var gaur á Tækjalaugunni því ég voru í skóla í Noregi í kvikmyndaskóla þar sem sagði bara eitthvað já, af hverju eru allir að biðja myndavélar sem góður í lágu ljósi? Lýstu bara meira. Já. Bara, lýstu bara meira. Þú veist, það bara það þegar maður er í olíunori og getur fengið öll ljósin. Já, en það var meira bara eitthvað svona það eru mjög fáar aðstæður þar sem þú getur ekki gert það. Já. Þar sem þú þarft hann á mynd, ef þú þarft hann á mynd þá myndu geta það. Ef þú ert á stað þar sem þú þarft hann á myndinni og getur ekki, þá ertu örugglega í stríði eða eitthvað skilur, þá ertu örugglega bara svona ég skil lowlight featuresin í einhverju svona run and gun svona ENG, þú veist, Electronic News Gathering myndavölum, þú veist, sem eru gerðar fyrir svona stringera basically, bara eins og Nightcrawler, skilur. Já, akkurat. En já, þú veist, ég er bara point being er bara svona við erum pretty much búin að finna út úr myndavölum fyrir svolítið síðan. Já, það er svolítið langt síðan og þú veist, taktu bara góða myndir. Já, ég er mynd með hana upprunalegu Blackmagic Pocket vélina hana í tösku, var að segja hana. Það er bara svona, ég er búin að vera að horfa á sko, þú veist, fólk er að skjóta heilu stuttmyndina og bíómyndina á þessa vél. Já. Bara, það er með góða linsu og þú veist, eina issue með þessa vél er bara að þú ert að rigga hann upp með external battery og eitthvað. Já, en þú veist, en ég er líka, þú veist, náttúrulega góði partinu við þetta, þegar bara svona það er ekkert engin entry kostnaður núna, basically. Nei. Þú veist, það getur basically hver sem er gert bíómynd. Já, bara á símaðinn. Það er allir, já, næstu allir örugglega síma. Og líka bara, þú veist, ég er eins og fucking 28 Years Later myndin, hún er skotin á iPhone sko. Já, þú veist, mér finnst, þú veist, ég hef hort á örugglega 2-3 myndir sem eru skotnar á iPhone og ein sem er, þú veist, alveg bara svona alveg, Soderbergh myndir, ég man ekki hvað hún heitir, alveg skotin á iPhone og ég er svona hann er skotið á sensorin í iPhone. Ég held að hún sé bara tekin upp á síman sko. Já, ok. Og það alveg, þú veist, maður fann alveg fyrir því sko. Já, en þegar þú ert farin að nota sko bara sensorin í rauninni. Mér finnst það líka bara, en þú veist, mér finnst það í fyrsta lagi allt í lagi. Já, en það er náttúrulega bara gimmick. En það er alveg gimmick, en mér finnst það, þú veist, fyrir 28 Years Later, mér finnst það passa mjög vel inn í að því fyrsta myndin var tekin upp á bara eitthvað Sony camcorder. Akkurat. Sem er náttúrulega, var mjög cool og mér finnst mjög cool hvað þetta er ennþá controversial eitthvað kvikmyndagerð hjá honum. Já. Mér finnst alveg magnað hvað þetta er ennþá hvernig þú nærða að vera ennþá svona controversial yfir kvikmyndagerðinni, ekki viðfangsefninu. Akkurat. Mér finnst það alveg bara svona, það er impressive sko. Mér finnst það alltaf bara mjög impressive að ná að gera það. Já, það er það sko. Já, maður, Óskarinn Nah. Oh my god sko. Ég veit ekki hvort ég sagði það var í fyrra minnum, ég las þarna nöist eitthvað bók sögu Óskarsverðlauna. Já. Bara frá byrjun, skilur, bara 1920 rúmlega til dagsins í dag. Og ég bara svona á hverju ári er fólk bara hvað gerðist Óskarsverðlaun? Ég bara svona, þetta er búin að vera svona frá upphafi. Já. Alltaf, þú veist, þeir voru upprunalega gerðir, þú veist, til þess að
láta fólki líða meira eins og þau sé að gera list en í vinnunni til að þau getur borgaði minni pening. That's it. Mikið af þessu fólki var láglauna fólk sem var að vinna í kvikmyndagerð á þessum tíma og þetta var bara eitthvað svona, nei, gerum eitthvað svona verðlaun og gerum þetta svona get prestigious. Já. Þannig að þú átt að þjást fyrir listina, dæmi, skilur, og ég bara svona what? Var það pointið? Já. En svo bara 90s, Miramax, það var svona þar sem að bara svona 80s var það orðið svona, þetta var svona orðið svolítið mikið geðveiki þá. Já. Byrja að gera svona stærri og stærri dót eitthvað. Svo svona 90s þá kemur Weinstein og bara sýnir fram að þá þú getur bara keypt Óskar. Já. Þú veist Shakespeare in Love vann bestu myndina 94 yfir Forrest Gump, Saving Private Ryan, Lion King, þú veist, Pulp Fiction, hún alltaf skiljanlega svo sem, en bara svona já, ekki skiljanlega að Shakespeare in Love hafi unnið yfir hann, heldur bara skiljanlega að hún hafi ekki verið meira metin, hún var alltaf mjög nýstálega á sínum tíma. Já. En bara svona og þú veist, að lesa það allt er insane. Hann bara eitthvað svona þetta var svona entourage dæmi. Það er alveg svona, það er mjög margt í hvað heitir hann, Ari Gold eða eitthvað sem bara svona mjög lýslega byggt á þessu. Já. Bara svona hardball, bara eitthvað svona senda 500 eintök af myndinni heim til einhvers og hverjum einasta degi senda 1 eintak eitthvað bara svona. Já. En svo las ég líka fyrir árinu tölfræði það hversu margir horfa á myndirnar sem er að dæmum og það er bara eitthvað svona 27% af þeim sem er að dæma. Já. En hvernig er það mælt? Bara ég spurt eftir og horfður á myndina? Nei. Honestly, ég veit ekki hvernig það er mælt og þetta bara geti verið algjört bullshit, skilurðu, en þetta trakkar með það líka. Það er núna vandamál í kvikmyndaskólum í dag er bara, þú veist, það var einhver ensku kennari fyrir stuttu síðan fyrir þú veist, fólk getur ekki lesið bækur lengur fyrir ensku tíma og núna er allt í fólk kvikmyndafræðingar bara eitthvað að fólk nennir ekki að horfa á bíómyndir. Já. Í kvikmyndanámi. Það pældi því maður. Fólk í kvikmyndanámi og kvikmyndafræði. Já. Í kvikmyndafræði bara nennir ekki að horfa á bíómyndir. Shit. Akkur ertu í kvikmyndafræði? Ég honestly veit það ekki. Kannski er þetta bara fólk sem svona vill hafa skoðanir dæmi. Já, eitthvað, en ég bara skil ekki af hverju myndi það ekki bara gera það. Já. Af hverju myndir ekki bara akkurat. Og það er svo fucking bilað að horfa á ég man ekki hvað hann heitir. Það er gaur á Instagram sem ég búin að fylgjast með mjög lengi, svona kvikmyndaspirill og þú veist, og svona gagnrýnandi, og einn af þessum gauri sem að sér, þú veist, presstúr við tölun við, skilur, sem allir þolíki. Já. Og hann bara svona Kevin McCarthy, held ég heiti, Kevin McCarthy, bara svona ógeðslega engaging spurningar, ógeðslega mikið áhuga á öllu. Og bara svona það er allir bara svona what? Bara Sean Evans. Já, Sean Evans, það er bara nákvæmlega það sem ég hugsaði, sko. Það er svo geðveikt að horfa á fólk bara til Sean Evans á fucking presstúrnum sínum og þau er bara svona takk fyrir að spyrja mig eitthvað sem skiptir einhverju máli í lífi mínu. En hann er eitthvað svona bara svona get engaging spurningar, og ég man að, þú veist, eitt af fyrstu viðtölum sem Josh Brolin. Já. Og það er bara svona, og þeir eru bara gett góði vinir í dag, og hann er eitthvað fyrsti gesturinn hans í podcastinu og hann bara svona, já, því það er gaman að tala við þig. Það er bara svona, það er enjoyable að tala við þig. Og já, þú veist, það er brútal horror sem mér finnst skrítið að
leikarar snappi ekki oftar í viðtölum. Já, þú veist, Og líka þetta er alltaf svo fucking þetta er allt, en þú veist, shallow. og þú veist, við erum ekki búin með hvernig mistur svona mikla þyngd? Já, Við erum bara ennþá þar. Við erum Já. bara ennþá að spurja eitthvað að því. Og eitthvað svona, og bara alls konar eitthvað svona bullshit fucking spurningar. Og þú veist, spurði ykkur á leikunum, hvernig var að leika með honum hérna sæta gaur? hvernig var það nú? Ha? Var ekki erfitt að leika móti svona sætum gaur? Nei, ég er Nei, fucking leikari. Ég er leikari, ég er í vinnunni. What the fuck? Þú veist, ha? Shit, Já. sko. Þetta er asnalegt. Mér finnst það svo, ég ætla að segja það samt, mér finnst jafn, þú veist, ok, þú ert leikari, þú ert í vinnunni og einhver spyr þig einhvern heimsku spurninga, þú veist, ok, það fucking sakar, það er astanlegt. Já, ég meina bara ef einhver spyrir þig, Já, en þú ert í fucking viðtali. Já, það er astanlegt, en þú veist, á rauðadreglinum og þú Já. eitthvað svona, hei, hvernig ertu í fötum eftir eitthvað, þú veist, fyrir fucking tískublöðin. Já. Og þú, Jim Carrey, mætir, ég er ekki neitt. Já. Við erum ekki til. Ég er bara eitthvað svona, þú veist, shut the fuck up. Þú veist, hún er bara í fucking vinnunni líka. Já. Þú hættu þessu. Mér finnst það alveg allt annað dæmi. Já, þú veist, ég bara svona var, ég sá þessa klippu annað aftur. Já, this is all pointless eitthvað. Já, það er engin tilgangur með þessu neinu og hún bara eitthvað svona, já, ég held við séum bara að halda upp á fólk og ég bara svona, hún er í vinnunni. Já. Þú átt það mikil pening og ert það flottur að þú þarf ekki að taka þátt í þessu. En þú veist, þú komst þangað með því að skríða í gegnum raskatið á Hollywood. Já. Þú fórst inn ginið og út raskatið ekki, þú veist, what are you doing? Já, akkurat. Þú veist, mér finnst það smá bara svona. Já, en við erum líka alveg að taka inn í það að, þú veist, Jim Carrey hann er náttúrulega, þú veist, maður sem hefur verið að ströggla andlega. Já, og hann er, þú veist, maðurinn sem fór of mikið í karakter. Já, og hann fór bara alla leið inn í vélina. Já, inn í Hollywood-vélina, skilur. Og hann var bara að fýta á einhverju svona tell us a joke, skilur. Þetta be funny. Já, þetta er alveg svona algjört svona einhverja poti hann, skilur, vertu fyndin bara þetta er algjört svona, maður heyrir einhvern veginn alltaf svona fólk sem er svona þú veist, þarna og bara svona ég þarf að gera það annars. Já, ég meina Dave Chappelle eitthvað, já, þú veist, já, það er endar annar póll, skilur, þetta þú veist fokkin finni svartigurinn, skilur. Já, það er svona, það er aðeins annað en Jim Carrey, skilur. En fokk, maður, að því að svo er allir bara svona, þú ert eitthvað klikkaður. Já. Maður bara svona, nei, eiginlega ekki, eða þú veist, jú, hann er orðinn klikkaður á þessu, skilur, en hann hefur ekki rátt fyrir sér samt. Nei, þú veist, farði hennar kjól, eða þú veist, það var eitthvað svona loka punktur sem fyllti mælin. En er það alveg svona, það er bara humiliation ritual, það er bara svona alveg, þú getur skrásett hann stuði, sko. Já, bara, þú veist, einhver framleiðandi sem kemur bara og segir, farið hennar kjól, þú veist, ég er Big Mama's House. Já, verði og hann aðna farið í 7 fatsuits. Já, hann aðna Cat Stevens, nei, hvað heit hann? Það heitir ekki Cat Stevens, hvað heitir hann? Cat? Heitir hann ekki Cat? Hver? Já, sem að hann heitir, ég man ekki hvað hann heitir. Nei, þú veist hvað ég meina. Já.
hann náttúrulega talaði mikið þetta og bara eitthvað svona, já það og ég meina, svo kemur bara einhver annar gaur sem þeir eru að hlæja, Kevin Hart. ég mun aldrei alveg fully skilja það. Nei, Hann hann fer bara í kjólinn. Já, þú veist, skilur. hann birtist bara. Já, hann birtist bara. Mér finnst bara og ríkasti maður á jörð eða eitthvað, maður svona munurinn á eins og, þú veist, mér finnst hans bara svona, mér líður svo hans í svona skemmtiferða cruise comic, sko. Já, þú veist, munurinn á Dave Chappelle til dæmis og Kevin Hart bara, já, mér finnst Kevin Hart ekki hafa neitt fram að færa nema það að hann tilbúin að gera stöffið sem að framleiðinu sem hann að gera. Já, þú veist, hann algjör, mér finnst hann algjörlega svona, hann með setlistan. Já. Skilurðu? Já. Hann spilar Metallica lögin, eða þú veist. Já. Eða skilurðu, já. Metallica er kannski mjög slæmt dæmi að því þeir, já. Þeir eru ekki alveg svona, hef ég heyrt, en þú veist, eitthvað Backstreet Boys, hann Backstreet Boys uppistandara. Já, ég held ég hef aldrei séð hort á heilt uppistand með honum. Ég hef bara engan áhuga á því. Nei, ég hef ekki áhuga á því. Ég hef bara engan áhuga á því, og mér finnst það ekki skemmtilegur í myndum heldur. Svo, nei, mér finnst það ekki, sko. Mér finnst það rosalega, já, og ég veit ekki alveg, þú veist, mér líður svo ég sé að horfa á Super Bowl auglýsingu því ég hlusta á hann tala. Já. Mér líður svo ég sé að hlusta á DraftKings auglýsingu því ég hlusta á hann tala, og hann örugglega búinn að vera í 500 og svoleiðis, en þú veist, ég bara svona, já, ég er að horfa into the abyss að hlusta á hann. En svo hugsa maður, þú veist, kannski er hann bara að gera þetta, skilur, kannski er þetta bara ákvörðun að gera þetta. Já, ég er actually alveg pró hann af því að hann er bara það, skilur. Já, ég er ekki að fara að vera eitthvað reiður út í Kevin Hart fyrir að vera svona, en ég bara, ég skil hann ekki, eða ég skil ekki. Nei, og þú veist, eitthvað svona, og þú veist, líka bara, já, mikið af svona listamönnum okkur svona bara svona, hann, þú veist, einmitt þetta, eitthvað svona, þeir mæta bara að spila bestu lögin sín, bara svona, já, ég fór að sá fucking Backstreet Boys í Laugardalshöll eða eitthvað, og ég bara eitthvað, ég vil heyra þessi lög. Hvað annað? Og það var geðið, sko. Það var líka mest insane parturinn var að það var bara ekkert playback. Nei. Þeir eru bara að syngja. Já. Crazy. Já. Sko, það er crazy. Já. Ég held nefnilega þetta playback dæmi er miklu minna. Þetta var held ég miklu meira bara í gamla daga af allt öðrum ástæðum en við höldum. Já. Þú veist, eitt frægasta svona dæmið þetta er Mamma sem þið pappas. Þegar byrjar að borða banana. Já, og þú veist, já, í einhverjum svona sjónvarpsþáttum, svona Carson eitthvað. Muse voru í einhverjum sjónvarpsþáttum, þeir skipta allir hljóðfæri og þóttust bara voru bara eitthvað Nirvana að gera þetta. Radiohead gerði þetta, skilur það hafa allir gert þetta. Já. Það sem expósa shitið, þú veist, af því að þeir vilja spila live, en það bara er ekki hægt út af sjónvarpsútsendingu. Já, ég er að segja að þetta er ekki út af því að þið geta það ekki, þetta er bara út af allt öðrum ástæðum, þetta er bara miklu tæknilegur ástæðum en ég, sko. Já. Þú veist, þegar þú veist að, en, ég veit ekki, það er reyndar, þú veist, hefur alveg komið upp svona það sem að, þú veist, söngurinn er að playbacki, en ekki annað. Já. Ashley Simpson, hver var það? Ashley Simpson. Mér minnir að það hafi verið, þú veist, það var eitthvað svona, þá fór playbackið á stað á vitlausum tíma. Já. Og það er bara svona vandræðalegasta moment í heimi. Það er svolítið erfitt. Af því að þú veist, hún alltaf bara spilaði illa úr því. Já, en svo þú veist, svo ertu með núna rappara sem að segja bara the adlibs. Fuck, sko. Skilur, það er allt lagið spilast og svo bara
Já, ég get það ekki, Eitt skrítnasta adlib allra tíma er í lagi með Migos, ég man ekki hvað lag það er, en það heyrist bara svona eiginlega í bakgrönnum, það er eitthvað svona bla 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 bla, eitthvað, ég átti ekki pening til að albyggt krakka, eitthvað svona, og svona heyrist í bakgrönnum abortion, fyrir svona eins og eitthvað svona adlib, ok. og ég bara eitthvað, það er insane hlutur til að svona hæpa söngvarðin upp með, það er crazy, þú ert crazy for that. Það er frekar skrítið. What? En þú veist, ég hef hort á svona live frá hvað heitir þarna fucking hátíðin hana, mega super hátíðin hana, eitthvað, ekki Lollapalooza heldur Hana fucking Coachella, já. Ég sé eitthvað svona live set þaðan sem ég bara svona, og hann er bara að segja the adlibs. Ég líka, ok, þegar ég sé svona, þú veist, vídeo frá eitthvað hérna Beyoncé eða Taylor Swift eða whatever, bara eitthvað huge dæmi, og þú veist, þar sem er bara svona, þú veist, þetta er brjála sjó, og ógeðslega mikið í gangi og hérna, þú veist, ógeðslega flott, en þú veist, til þess að það geti verið þannig, þá þarftu að taka nánast alla sál úr því sem þú ert að gera. Já. Af því að þú ert með svo mikið af hreyfanlegum hlutum, eða þú veist bara, þú ert með svo mikið af cues og dóti sem verður að vera akkurat hérna og hérna og hérna, og þá ertu búin að taka live performancein, þó að þú veist þau sé að performa live, Já. þá ertu samt búin að taka live performancein einhvern veginn úr live performancein. Já, nema það sé, þú veist, þú veist, Michael Jackson, þú veist, það er sjóið, skilurðu? Hvað þá? Nei, þú veist, ok, þú ert með Taylor Swift og það eru skriljón cues og þú þarfst að vera með alltaf hreinu, skilurðu, og það tekur live svona úr því, skilurðu. Já. En mér líður svona eins og með, og þú veist, ég veit eins og sem ekkert annað dæmi en bara með, þú veist, það sem heitir miklu meira svona leiksýning, skilurðu, og þannig cue, skilurðu. Já, en það er sama ég er að menna, skilurðu. Já. En ég veit ekki, þegar ég fer að sé einhverja að spila lifandi tónlist, þá vill ég fá eitthvað annað heldur en það sem ég er að besta dæmi það sé kannski Nick Cave. Hann er gott í hináttina, skilur. Hann er mjög gott dæmi þetta. Já. En ég er bara svona spá í einhverjum öðrum góðum dæmum það sem, þú veist, að þú sérð raunverulega lifandi tónlist. Já, og líka bara, þú veist, the unexpected má gerast. Já. Það er náttúrulega þegar ég fer á einhverja öfga tónlista viðburði. Já. Þá er það bara þá er það eiginlega það sem að par for the course. Já. Kannski. Já. Og hérna, þú veist, þó að hljómsveitir sé ógeðslega vel æfð og er að spila allt fullkomlega, að þú veist, þá vil ég samt fá eitthvað unexpected og þú veist, eitthvað svona eitthvað sidestep, að því að þú veist, þú ert kannski tekur plötu og gefur hann út og þú ert með búin að setja ykkur að leira gítarum og dóti og þú ert kannski með eitthvað hérna mandólín undir whatever, skilur ég þetta ekki, og eitthvað slagverk sem er ekki, sem þú getur ekki performað í rauninni live. Nei, og þú þarft þú ert að gera eitthvað annað, eða þú veist, þú þarft að delivera þessu án þessara auka hluta, þá ertu strax komið með annað element og ég elska það. Já, þetta er svona svolítið, þetta er svona eiginlega sjarmurinn við Unplugged líka.
Já, nákvæmlega. Bara bara, þegar þú ert að taka lög og setja í öðru sér búning til dæmis. Já. Það er snilt. já, og náttúrulega bara svona, Eða ert að cover eitthvað lag og gera það, þú veist. já, algjörlega, MTV Unplugged er algjör stöpull á ástæðu, sko. Já. Það já, ég er ekki að horta mikið að þeim, ég er að horta á einhver einstakar lög, Nirvana eitthvað, Já, bara, þú veist, Alice in Chains, Alice in Chains. geðvett. Já. Já, veist það gott. Það er gott tónt, sko. Svo ég hef komið illt í eyrað. Halló. Nei, það sko, ég vil gefa shoutout á gaur sem ég ætla ekki að segja nafnið á, en gaf mér bara svo spilum á hann. Sick. Já, ég ákvað að ég væri ekki nógu mikill nörd, þannig ég byrjaði að safna svona spilum, sko. Já. Ég held að það sé endapunkturinn. Já, hérna Magic the Gathering. Já, ég held að það sé endastoppið. Það er okkur það eða svona model trains, þú veist, í kjallaranum mínum. Ég fokkin elska vídeóið sem ég rakst á Instagram daginn. Já, þannig Autism var ekki til. Autism var ekki til. Einhvað var ekki til árið blöð. Svo svona lappum íbúðan hjá ömmur sinni eitthvað svona. Ekki koma við þessar skeiðar. Safna skeiðasafnið. Ekki koma við þessar skeiðar. Ekki gera það. Hvað er það því? Ég bara elska lestir, sko. En já, sko, þú veist, in my defense vil ég meina að það sé, þú veist, það er hægt að spila það. Hvað? Magic the Gathering? Eða, það er actually spil. Já, við spilum daginn. Já, ég held að það sé mjög fáir sem er að spila Pokémon. Hvernig fór áttu spilið þegar við spilum daginn? Þú vannst. Já. Þú vannst, já. Já, ég vann. Ég er þetta, sko, ég sendi þér, sko, grein svona í djóki að það var rannsókn gerð við MIT, minnir mig, á borðspilum og leikjum. Já. Hvað væri, yfirsögnin var, sko, hvað væri flóknasti leikur sem til er, og það var komist að vera Magic the Gathering, en það er af því að flóknasti að því leiti að það er erfiðast að segja til niðurstöðuna. Já, það er sem sagt, það er svo mest svona random. Já. Hvað og hvernig hlutin gerast. Já. Af því að það eru svo margir variables. Já. Mér finnst það skemmtileg parturinn. Já, því þetta er í rauninni ekkert flókið. Þetta er mjög einfalt spil. En það eru til 20.000 mismunandi spil sem gera x marga mismunandi hluti, og það, já, mér finnst það skemmtileg parturinn, sko. Mér finnst bara svo fyndið að ég hef, sko, heyrt í pop culture talað Magic the Gathering frá því ég man eftir mér. En það er þetta, þú veist, þetta er alveg svona, þetta er fyrsta svona spilið. Já, en ég bara svona, ég hef aldrei einu sinni komist nálægt því að þekkja einhvern eða eitthvað sem spilar þetta. Nei, þetta er bara, sko, Ari frændi byrjaði að spila þetta. Já. Með einhverju vinnufélögu sinum. Það var eitthvað, það er prófað eitthvað. Ég bara svona var engan veginn seldur að því. Nei. Bara ekki neitt. Og svo prófaði þetta og ég bara eitthvað, þetta er frekar skemmtilegt spil. Ok. Og frekar auðvitað að kenna einhverjum þetta, frekar auðvitað að læra þetta, frekar lítið fyrir þessu. Mjög svona variable, skilurðu, mjög variable í spili, og ég bara svona, það uppfyllir eiginlega frekar mörg box. Já, þú veist, mér varst alveg gaman þegar við tókum þetta spil hann daginn, en þú veist, ég veit ekkert hvort ég sé að fara að spila þetta eitthvað mikið, en þú veist, það var mjög gaman. Já.
En mér langar rosalega mikið að fara meira út í svona roleplay eitthvað. Já, ég var einmitt að kaupa, við spiluðum Alien Alien the Role-Playing Game, sem er bara eins og Dungeons & Dragons, fólk þekki það náttúrulega best. Já, mér fannst eina við þetta one shot sem við tókum var að af því þetta er bara quick one shot, þá var þetta aðeins svo mikið spil. Já, þetta er náttúrulega ég tók þá ákvörðun að spila þetta með einhver til að reyna samfara alla að vilja spila þetta spil. Ég hefði viljað fara meira í roleplay, eða skilur. 100% sko. En þú veist, það er mjög erfitt í fyrsta skiptið að fara beint út í það. Bara 100%. En mér finnst þetta gott svona introductory að geta tekið eitthvað af því þú veist, fólk þekkir myndinar, fólk þekkir aðstæðunar, fólk þekkir nokkuð einn sögutráðin, bla bla bla. En það er líka pínu eðilegu fyrr. Já, þú veist, algjörlega. En þú veist svona, ég veit alveg hvað vondikallin er og ég veit hvað hann er capable of. Já. En ég held þetta sé gott svona til að fólk skilji hvað skemmtilegi parturinn við þetta er. Ekki skjóta hann bræði gólfið. Einmitt. En já, svo keypti ég náttúrulega Lord of the Rings þemað spil sem ég held að geta verið mjög skemmtilegt. Já, ég er bara mjög spenntur fyrir að prófa það. Og þú veist, ég náttúrulega, ég spilaði fyrst eitthvað svona spil fyrir mjög stöðu síðan og ég vissi, þú veist, maður er búin að heyra á þessu allt sitt líf og þú veist, og horfa á þetta í fucking Stranger Things og eitthvað, en ég bara svona það er enga hugmynd hvernig þetta var spilað, eða hvernig maður, þú veist. Nei, ég er nefnilega fyrir svona, ég veit ekki, kannski 5 árum eða eitthvað, þá var ég sem sagt í frístundaheimili og félagsmiðstöðu og svona, og ég var bara eitthvað svona það er enginn að spila D&D hér, það gengur og ég var bara svona ég verða ég verða að græja það, ég verða, já, og bara eitthvað fór hann á YouTube og bara how to play D&D og það komu 8 parta 3 tíma löngu vídeó og ég er svona nei. En hefur þessi myndbandið af John Bernthal? Já, og það er miklu betra myndband. 20 sekundur og það útskýrir hvernig leikurinn spilaðist. En svo fann ég eða Alli frendi bendi mér á þannig að teningasögur sem er lokaverkefni hjá Gaur í kennslufræði. Það er crazy, ég vissi það ekki. Og það er bara ógeðslega einföldu útgáfa af D&D og þú veist, og það er í rauninni miklu svona laus vafðara af því að þú náttúrulega ræður alveg hvernig þú spilar svona roleplay dót. Já, maður fattar ekki alveg hversu mikið þetta er bara að hafa gaman með vinnu sínum. Já, ég er líka bara svona það er bara einmitt það sem ég hugsaði, bara svona maður er búin að vera svo fucking steiktur í hausnum á samfélagsmiðlum og eitthvað svona, ég bara svona, ég held að þetta getur verið gott fyrir rosa marga. Já, bara svona hleyptu mér út, fara í ævintýri með vinnu sínum. Já, ég spilaði, semst fann þetta teningasögudót, eða allir bendi mér á það, þetta var eitthvað sem hann fann, þú veist, þegar hann var eitthvað að leita eitthvað sniðu til að gera í skólanum, þar sem hann er námsrækja. Já. En ég bara, þú veist, skrifaði bara teningasögur, þú getur bara prentað út bara allan bæklingin, allar leiðbendingarnar sem eru mjög einfaldar, 2 tilbúnar sögur, character sheets sem eru bara eins einföld og þau gerast. Það er bara kassi til að teikna mynd af karakterinum og svo eru bara línur og þú þarft bara að skrifa einn hæfileika sem þú ert með og einn hlut sem þú ert með. Það er eina sem þú þarft að skrifa. En það er líka bara fullkomið. Og svo máttu bara skrifa alls konar. Það er fullkomið. Máttu skrifa alls konar persónur eitthvað. Já. Það er bara, þetta er geðveik kynning á D&D. Og þú þarft að
skýra persónuna. Já. That's it. Svo bara hérna mjög einföld svona introductory saga sem bara eitthvað hérna, já, konungur í einhverju ríki sömmanar hérna, eða setur út auglýsingu og þið komið Já. hittist í fyrsta skipti Mhm. þarna, fæn, þið kynnið ykkur og svo bara eitthvað svona, já, þið eru að fara að tjekka okkur rugli í þessum bæ og Þetta er basically byrjun á hverju einasta D&D kampæni, Já. þannig þetta er mjög gott. og svo bara ég sem, þú veist, DM, já. bara hef aldrei gert það áður og ég bara svona ok, flott og ég get bara lesið textan alveg eins og hann er. Já. Þarf ekki að pæla í því. Já. Svo bara ræð ég alltaf stakes í öllu af því að Já. sérstaklega þú ert að spila þetta með krökkum sem hafa ekki spilað þetta áður og þú ert bara að kynna þeim fyrir þessu, þá bara, þú veist, ef ykkur segir eitthvað svona, já, ég drep alla og ég flýg út í endan og vinn, þá bara eitthvað svona rétt í hann bara 5 teningu og hann verður bara að fá 6 á öllum. En það er, þú veist, þetta er Og ég get bara ákveð það, eða ég get sagt þú getur ekki að því út undir álugum eða eitthvað. Já, Þú en getur ekki bara sagt mér eitthvað. finnst líka besti parturinn við þetta er að ég fattaði ekki að þetta er bara samtal. Já. Þangað til að kemur aðgerð. Já. Og þá kastar upp á það. Já. That's it. Það er basically That's it. þessi 8 partar af myndbandi sem ég sá á Já. YouTube var basically, hefði getað verið það. Og þú veist, þetta myndband með John Bernthal, hún er bara eitthvað svona, ég man ekki hvað hún heitir, ég held að sjá Critical Role, Já. eitt af þeim, og bara svona, veistu hvað D&D er? Ég hef heyrt það, viltu spila? Já, ég var til að spila, nei, bara Já. núna. Já. Bara eitthvað, þú stendur út í skógi, þú lítur í kringu þig, bara hvað sérðu? Vindurinn flæðir um háraðir. Já, eitthvað svona, hvað sérðu? Rúlaðu upp á það. Ég sé skrimsli. Bara rúlaðu upp á þetta og bara svona og maður sér bara svona instantly hvað, bara svona ok, fuck hann er bara svona, ég er in it. Hann er bara nice. Hann er bara ok, ég tekur búa minn í miða. Þú veist. Ég er að spila núna með krökkum upp í vinnu. Já. Teiningasögur og við vorum í síðustu viku vorum að byrja á seinni sögunni sem fylgir með þessu, sem er hérna, Flóttinn úr Fitjahelli. Og ég hef aldrei spilað það áður og við erum búin að gera margt mjög skemmtilegt og við kláruðum ekki það campaign í síðasta tíma sko, þannig að við erum að fara að halda áfram með það á morgun. Já, þú veist, það er líka annar partur að þú bara svona, þetta er basically endalaust, ef þú vilt það. Þetta er að skemmtilegasta sem ég get ímyndað mér að gera í vinnunni. Já. Þetta er bara svona, þetta er það skemmtilegasta sem ég get ímyndað mér að gera. Já. Þú veist, það er margt skemmtilegt sem ég ger í vinnunni og margt sem ég get ímyndað mér að gera sem er skemmtilegt, en þetta er bara, ég er bara svona, vá, af hverju er ég ekki alltaf að þessu í vinnunni? Já, honestly sko, en þú veist, það er líka bara svona, en þá var maður líka að vera, maður verður að vera, þú veist, góður í þessu til að kveikja áhuga krakkan á þessu og þú verður að hafa áhuga á þessu sjálfur. Já. Af því ef þú hefur ekki áhuga, það er náttúrulega, þú veist, þetta er algjört svona, og þú veist, að vera DM í einhverju svona kerfi, þú veist, eins og Dungeons & Dragons sem er svona bækur sem eru kerfi. Já. Þú veist, fólk er bara svona að rukka pening fyrir þetta og ég er bara svona, já, ég skil það alveg, því þú er bara svona, þarft að vita svo mikið já, og vera svo ógeðislega góður í að segja sögur. Já, þú þarft að vera það og þú þarft að leiða þetta áfram. Já, ég gerði mitt besta sem Game Mother í Alien. Það var bara mjög flott með sound effektum og allt. Já, ég er að vinna með það líka sko. Já. Ég er að vinna með, þú veist, mismunandi tónlist líka og svona. Já, við sko, ég held að við þurfum bara að taka Lord of the Rings. Já. Bara full inn í roleplay. Já. Spilið almennilega. Já, við verðum líka að hafa hérna Dotta úr Epstein-skjölunum með. Já, já.
hann væri nefnilega fáranlegur DM. Já, ég held að hann væri geggjaður í, sko. Ég þarf bara að sannfæra hann það. Djöfull er hann góður. Hann svo góður í svo mörgu. Já. Gett klár. Hann var ekki Epstein-skjölum í alvörunni, ég var líka. Já, varst að ljúga. Já. Hann er bara lasinn. Hann er bara smálasinn. Já, ok, hann er svolítið mikið lasinn. Já, hann er ekki þannig mikið lasinn. Nei, hann er bara lasinn. Hann er bara með Ég var eitthvað svona að djóka og hann er með berkla. Í alvörunni. Bara, nei, það er berklafaraldur á Landspítalum. Ég bara eitthvað, nei, ég var bara að djóka, sko. Já, ég já, við spiluðum við vorum með svona vinnu upp í vinnu og vorum með svona vinnu-campaign og það var í fyrst skipti sem ég spilaði D&D. Já. Og þá var Guðjón Jósef var DM. Hann var að DM í fyrst skipti þá líka. Nice. En hann hefur náttúrulega spilað þetta mörg ár. Já. Sem bara spilari. Já. Og hann bara bjó til Carthage sheets fyrir okkur. Það er líka mjög næs og þú veist, það geta stokkið inn og þú veist, þau eru ekki verið allan tíman er alveg svona, það er alveg selling point líka. Já. Að þú veist, þótt að það sé einhver að koma í fyrst skiptið og eina skiptið þá getur það svona tverið bara eitthvað svona að þú hittir mann á förnum vegi. Þú veist, bara eitthvað. Já, eins og til dæmis að því að í teikningasögunum sem ég er með upp í vinnu við spilum fyrstu söguna og síðan gerði ég bara þannig að önnur sagan var bara framhald. Já. Og það voru 2 sem að bættust við inn í. Já. Og þú veist, ég bara notaði það sem þú veist, segway inn í hitt. Já. Að það komu hann að 2 menn sem þið þekkt ekki. Sem að, þú veist, eitthvað. Ég held reyndar að það er til sko Fallout reglubók. Já. Ég held að það sé ógeðslega skemmtilegt. Já. Af því þar ertu bara að nota reglunar úr leiknum. Þú veist, þú ert með skill þar. Akkurat. Af því að það er RPG og þú veist, ég hef spilað sko fyrstu leikina. Já. Þú kastar upp á allt sko. Já, það er náttúrulega bara 100% þetta. Af því þetta er RPG-leikur sko. Ég held að það veri geðveikt skemmtilegt. Ég hef horft eitthvað á YouTube eitthvað svona liðið að spila þetta. Þetta er drepindi sko. Já, Dungeons and Diaries, nei hvað er það? Jú, Dungeons and Diaries er þarna podcastið. Já. Það er gott. Ég reyndar, þú veist, hlustaði bara á fyrsta seasonið af því. Það er mjög gott. Og mér fannst það bara svo mikið snilld að því að þú veist, það var líka bara einhverju sem voru að spila í fyrsta skipti. Já. Og það var einhver einn af þeim sem var, þú veist, í þessu. Svo ertu með, eins og ég sagði áðan, þú veist, það er alveg svona, þetta er búið að taka bara svona brjálað stökknuna og ég held í alvörinu þetta sé auðvitað því að fólk er bara svona, ég þarf að fara í ævintýri með vinum mínum af því allt er skelfilegt. Já. Þú veist, Critical Role, Natural Six og eitthvað svona fleiri, alveg svona, þú veist, þau eru komin með seríur á Amazon, skilur og teiknimyndaseríur og YouTube channeli hjá Daða Einars. Já, Daða Einars, já. Það sem er bara, þú veist, hann er bara shout out, bara geðveikt YouTube channel. Ógeðslega flott gert. Já, ég var alveg hissað ég sá þetta sko. Bara geðveikt, hann líka með svo nice rödd. Já, þú veist, mér finnst alveg smá skrítið hvað er, þú veist, hvað maður veit að fáum einhver svona íslenskurum YouTuberum sem er ekki, þú veist, vloggarar eða eitthvað. Þetta er bara svona að gera eitthvað svona af því mér finnst það geðveikt sko. Já. Ég bara styð það wholeheartedly að gera eitthvað svona. Já, bara geðveikt sko. Hann náttúrulega gerði lokamynd í kvikmyndaskólanum sem heitir Hittarar og Grettarar þar sem fólk voru að spila D&D. Já, það var skemmtileg mynd. Mjög skemmtileg mynd. Mjög skemmtileg mynd. Astropía. Astropía. Fucking geðveik mynd. Ég hef ekki spilað Astropíu spilið en ég hef heyrt fólk segja að Astropíu spilið sé eitthvað besta roleplaying spil sem til er. Og að það sé betra en myndin. Það er mjög fyndið. Það er mjög erfitt. Það er frábær mynd. Já. En það er mjög fyndið, þú veist, þetta er svona, ég er búin að lendi því mjög mikið síðkastið að svona hlutir sem allir
segjum alltaf séu cool eða Já. skemmtilegir, eru það svo Já, damn it. eitthvað svona og þú veist, bara eins og ég segi bara Stranger Things eða Astro P eða whatever og, bara, allir sem prófið að spila þetta segja þetta sé skemmtilegt Æ, og svo eitthvað svona, ef maður er eitthvað svona Þetta er alltaf einhver hræðsla við að vera ekki töff eða eitthvað, já, ég veit það ekki. já, en ég, þú svo eitthvað svona, svo prófum maður þetta bara svona já, það höfðu allir allir sem voru sammála um allt, þau höfðu rétt fyrir sér ó nei, en skrítið Shocker. já, og, þú veist, og sama eins og með þetta, þú veist, Magic, ég er bara eitthvað svona það hljómar ógislega eins og ógislega mikið svo bara eitthvað svona, ó nei, þetta er bara spil og það er ógislega skemmtilegt Já. þetta er bara svona, nice já Já, þetta er bara ógeðslega gott svona social dæmi, sko. já, þú veist ég öfunda mjög mikið fólk sem að spilar reglulega mitt eða svona, þú veist með eitthvað svona spilaherbyggi heima á sér Já, mér finnst samt ekki það er samt ég tek það fram að það getur alveg farið yfir strik sem að er Já. mjög vont Mér finnst alltaf leiðilegt að læra ný spil. Doddi hatar það Ég hatar spil Ég eiginlega hata það líka, en mér finnst eiginlega alltaf Space Truckers fuck that. Sorry- Don't get me fucking sorry started, sko. allir sem elskar Space Truckers fucking suckar það er Það er leiðilegt of- spil sem ég spila. oflókið það er oflókið spil það er bara Mér leið þegar ég var að spila það eins og fucking senan í hérna fóstbræðrum þegar þegar að útskýra spilið. já Já, og svo hérna ef þú rúlar tvennu og færið gosa í rauðu þá En ertu þú veist- nóló. ég samt, þú veist mér finnst alveg gaman að flóknu spilum en það þarf þú veist, eins og þú veist, Balatro eða eitthvað sem er, þú veist, er mjög einfalt spil í grunninn en það, þú veist, það verður exponentially flóknara skilurðu en Já. grunnurinn er einfaldur, þú veist, bara eins og með Magic, þú veist, þetta eru þrjár þú veist, 3 hlutir sem þú gerir og ein umferð Já. en þú veist, svo getur þetta orðið miklu flóknara Já. en það verður þetta að byrja á einhverjum einföldum stað svo ertu með spil sem eru bara eitthvað svona Já. og Space Truckers er eitt af þeim ég er bara, hvað er það að tala um? Hvað er það að tala Mér um? leið eins og ég væri að vera að waterboarda mig þegar ég var að spila það. En ég gaf þess ekki séns að því með þetta leiðilegt sem ég hef gert. En þú veist, ég þarf á ekkert að sama tíma er oft svona flóknir hlutir sem eru flóknir Já. þú veist eða erfiðir, þú veist, ég elska erfiða töluleiki til dæmis af því að þeir eru rewarding skilurðu, en ég bara svona það þarf að vera eitthvað þú veist Já. það þarf að vera eitthvað það þarf að vera einfalt mission eins og þú veist bara Dark Souls, dreftu vondakallin það er missionið það er einfalt að gera það ekki mjög einfalt Já. þú veist, að spila skák er frekar einfalt en að vinna skák er frekar erfitt skilurðu, þú veist, ég verð að geta stokkið inn í spil Já. ef ég get það ekki þá er ég bara eitthvað svona að spila bridge eða eitthvað, þú veist Já, einmitt. ég hef aldrei spilað bridge, ég veit ekkert hvort að bridge sé flókið En ég er mjög oft að lendi því að ætla að spila svona barnaspil svona eða, þú veist, eitthvað svona mjög svona, já, hérna krakkaspilið fyrir 0 til 3 ára og svo eitthvað svona, við keyptum eitthvað svona spil fyrir Magnús ekkert í mann og svona, já, við spilum þetta og svo bara svona opnaðu spilið og svona ok, þetta gerir þetta, ok, flott og ég er bara mér finnst þetta bara flóknasta shit í heimi en það er bara en það er að því að þetta er það einfalt að Já, það hefur já. eiginlega ekki það er ekki spil nánast, Já. bara eitthvað svona já, hérna sofandi risaðelan og maður svona, ok og svo svona, já, og svo kastarðu tening og þú ferð áfram og þá færðu egg
og eggið er annarkvort brotið eða ekki. Ef það er ekki brotið þá safnar því. Ef þú stígur á vittlausan reit þá vaknar risalinn og þá ertu að fara tilbaka. Og maður bara svona og ég svona og hvað svo? Já, svo er svo sem er með flest egg, hann vinnur. Maður bara Já. svona En þú veist, ég held að þetta er bara svona, eins og ég segi, þetta er eiginlega bara í flestum spilum sem manni finnst skemmtileg og D&D er bara mjög gott líka dæmi, bara eitthvað svona búðu til dót og þegar þú þarft að gera eitthvað þá kastar þú teiningu upp á það og þú veist, það er ekkert flókið að skilja þetta. Já, En þú veist, að spila þetta á einhverju svona háa level, þú getur það en þú þarft þess ekki. já. Þú Þetta veist, er þú getur bara stokkið inn og gert það, skilja. besta í heimi var þegar við allir vektum að hafa spila kvöld, eða þú veist, við hérna vinninir eitthvað, já, hérna spilum hérna, það var eitthvað svona Game of Thrones risk eitthvað. Sko, Game of Thrones spilið, varst þú ekki með þegar við spiluðum það? Nei, ég var ekki með þá. Það er 7 klukkutímar ógeðslega flókið en það er ógeðslega skemmtilegt. Já, en við vorum að spila hérna, Game of Thrones risk. Úf. Við vorum búnir að vera í 4 tíma held ég og spilið var ekki byrjað. Það var ekki leiðilegt. Nei. Potentially mjög sko skemmtilegt, en þarna þarft að vera með vikulegan hitting Já. á spilaborði Já. sem að er ekki snert þangað til þú kemur Nei. oft, eða þú veist, eitthvað svona. Sko, það var, ég man að Starri náttúrulega augljóslega kom með Game of Thrones spilið. Já. Það er samt alveg eins og ég var að segja núna, þú veist, það er mjög þú veist, þú ert að reyna að ná yfir einhver lönd, Já. svæði í kringu þig, þú getur ráðist á þig eða ekki, þetta er bara svona, Þetta er þú veist, örugglega sama spil samt, sko. örugglega, þú veist, Þetta er svona risk basically, já, og þú veist, já, eins og ég segi, bara pointið er náttúrulega að þetta er bara tekur ógeðslega langa tíma. Já, af því að sko turn hjá einum er bara svona 35 mínútur. Já. Það, já. Það er störla. Já, þú veist, þetta þarf að vera eitthvað svona, já, það er náttúrulega mjög, þú veist, það er svo fyndið hvaða er til mikið af spilum. Svo er svona spil sem að maður man bara eftir að voru til hjá öllum. Þarna fucking viðskiptaspilið. Hvað heitir það? Enterprise eða eitthvað. Ertu að tala um New World? Já. Já, við spilum New World einhvern tímann. Ég er að selja þér appísnu hlutabréf. Við vorum Ok, þú færð olíutunnur í staðinn. Við vorum frá svona 10 kvöldið til svona 6 morguninn. Ok. Og vorum að spila New World og það var ógeðslega gaman, en þú veist, það var ógeðslega gaman. Fuck. En þetta er spil sem var til á öllum heimilum í minningunni, öllum heimilum. Og maður bara svona, það er enginn að spila þetta spil. Nei, það er enginn með fjölskyldustund að spila New World. Mér langar smá að spila það. Já. Við ættum að prófa að spila það. Þetta er bara svona Monopoly á sterum eiginlega, eða þú veist. Já, en ég man bara til litlum leikvöldum af olíutunnum og appelsínum og hérna gulli og eitthvað. Já, það er bara eitthvað svona, akkur er ég að selja þér Hog Futures eða eitthvað. Já, the S&P 500, sko, ég er að fjárfesta eitthvað svona að gefa handamerki eitthvað, þú veist. Hérna mikrodósa á kókaini. Já, makrodósa á kókaini. Hérna. En já, þú veist, ég er bara spáðið sem mig, ég er bara svona, og þú veist, þetta er mjög fyndin hlutur, þú veist, þú ferð heim til einhvers og það er spilaherbyggi og allir veggirnir eru í spilum. Já. Oft er það leiðilegasta fólk á jörðinni til að spila spilið. Já, eiginlega bara alltaf. Mér finnst það mjög fyndið. Herru, ég á eitt spil sem að hérna ég man ekki hvort ég
við fengum með jólegauð með eitthvað svona, þetta bara eitthvað svona íslenska spurningaspilið, þú veist, bara eitthvað svona mest spil í heimi, já, en þú veist, það eitt í því spili já, sem bara svona, af hverju þetta ekki í öllum spilum? já. Það semst þannig að þú lest spurningu og svo setja allir svarið sitt út blind. Þú veist, það geta allir svarað sem sagt Já, alltaf. já. Meira sem að spyrja. Já. Og þú setur út sem sagt, Það þetta eru allt A, B, C, D spurningar. Það er hægt að spila nefnilega spil þannig. Og þú setur bara út, það setja bara allir út. Já. Og ef allir fá rétt, þá fara allir áfram. Ef að, þú veist, en það er ekki eitthvað svona, ég segi B, það er vitlaust, þú mátt núna svara, eitthvað svona. Já. Ég hef bara ekki séð þetta í spurningaspili áður. Nei, ég hef séð fólk spila önnur spil svona, þú veist, trivial eða eitthvað. Já. En já, þetta er góð punktur, sko, að það sé ekki, það er góð, já, honestly. Við erum líka að finna skagaspilið. Skaga fucking spilið, maður. Sjá hvort þið getur svarað einum hlut. Það er besta spil í heimi, sko. Ok, skagaspilið og sexleipa með einni byssukúlu í. Og ef þú nær ekki að svara rétt, þá rúlar þessu. Já. Nei, ok, skagaspilið nema það er sexleipa með 6 byssukúlum í. Og þú byrjar að skjóta því í hausinn. Já, þú tapar alltaf. Þú tapar alltaf með skagaspilinu. Það er bara svo sem er síðastur að gera. Já. Sem að er mögulega með tóma byssu. Það minnkar alltaf líkunar. Hvað, það var Russian Roulette og svo var eitthvað svona, það var kallað eitthvað annað, þessu varst með hálf sjálfvirka byssu. Eitthvað svona American Roulette. Já. Það vartu með hálf sjálfvirka byssu. Já, það er mega sens. Já, en ég sko, svo hugsaði ég bara svona, getur maður ekki bara búið til spil sjálfur? Jú, sko, að búa til spil er ekki, það er ekki einfalt. Gengið að því, og maður segja það, en sko. eitt skemmtilegt, Já. eins og talandi um Game of Thrones riskspilið, er að það er huge samfélag af fólki að búa til svona mod fyrir borðspil. Auka hluti fyrir borðspil. Herru, reyndar Já. bjó ég eins og til spil. Ég og Hallur Freyr Hlölli, við vorum að vinna saman upp í Hvalstöð. Já, það er rétt. Og þar var alltaf spilað gúrku, sem er geðt skemmtilegt spil, bara spil, sko. Og þið gerir súra gúrku. Við byggum til eitthvað sem heitir súrgúrka. Alveg rétt, já. Og við vorum með reglubók, af því að í, þú veist, gúrku eru alveg, þú veist, mikið af spilum í bunkanum gera eitthvað ákveðið. Já. Í súrgúrku þá voru öll spilin sem að gerða eitthvað ákveðið. Geðveikt. Og það var sko, við vorum með svona litla svona bók sem við vorum búin að skrifa og við vorum alltaf búið til, þetta byrjaði á því við vorum að spila gúrku og svo bættum við einhverjum reglum. Og það er geðveikt. Og svo þegar við vorum konum með x margar reglur þá ákveðum bara, ok, þetta er bara annað spil sem heitir súrgúrka. Já. Og það var alltaf eitthvað svona, ef að það kom út rauð nýja eða eitthvað, þú veist, þá þurfti maður að segja súrgúrka eitthvað. Nice. Já, þetta er meira svona að muna reglunar líka. En ég er búin að gleyma öllum reglunum við spilum. Ring of Fire. Og við týndum bókinni. Já, þú veist, Ring of Fire, drykkjuspilið, það er svolítið svona. Já. Sem er náttúrulega, pointið þar er auðvitað að þú verður meira drukkin og gleymir í hvað er og hvað, sem er, það er alveg gaman. En ég man að, ég var að skoða. Mér finnst bara, drykkjuspil. Mér finnst drykkjuspil vera í fyrsta lagi eitthvað sem að gerist bara á mjög specific
tímapunkt í lífið þínu. Já, og bara svona, ekki bara í lífi mínu heldur, það þarf að vera alveg réttar aðstæður til þess að fara að spila drykkjuspil. Og að sko ég skil alveg drykkjuspil til að koma henni í gang, Já, eitthvað svona fyrir eitthvað, en að spila drykkjuspil. en að fara bara alltaf fara í Bara í- drykkjuspil, Já, það er mesta Já. bullshit Já, það sem er- ég veit um. það er svolítið brútal, sko. Já, en þetta er svona vinnupartidæmi hjá mér yfirleitt hefur verið þannig að það er mjög fljótt að fara í eitthvað drykkjuspil. Ég nenni aldrei að vera með. Nei, manstu þetta þarna raflostleiknum? Já, hann að Já, ég sko, bú, 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 bú. já, mér langar að taka svona strömbreyti úr örbylgjófn. Það var reyndar eitthvað Setja svona, hann í miðjun. það var reyndar eitthvað svona shit þegar þú settir tíkallón á, Já, þá fengst svona já, 10 sinni meiri straum. já, einmitt. Það væri mjög, þú veist, þetta er eiginlega basically samanleikur áðan, það sem allir deyja. Talandi einn góðan leik meðan ég mann, Don't Panic and Nobody Explodes, held ég hann heiti. Veistu hvað leikur það er? Já. Það er einn með VR-gliru, Já, það er hann að diffjúsa sprengju já, og þú ert með bók. já, fuck. Það er svo Ég hef góð séð- hugmynd. Ég hef séð vídeo af Bomb Bomb- diffusal já. expert. Oh my god. fucking laser svona shit. Í alvörinni, competency klám. Það er ekkert betra. Það er ekkert betra. Geðveikt. Djú, það er gott. Ég er fucking, Bara fucking Klámfíkill, sko. finnarnir að smíða fucking log cabin. já, ég er klámfíkill nema fyrir competency porn. Já. Þegar maður finna eitthvað gott íslenskt orð yfir competency porn. Bara Hagklám. Hagklæmi. hagklæmi. Nei, eitthvað svona, já, þú veist, ok, workshop með það eitthvað. Sko, Pukemaster náttúrulega við ætlum ekki að tala um það. Það er bara heimsspil. Ég reyndar verð að segja eitt með Pukemaster. Ég hef einu sinni spilað Pukemaster og ég hef aldrei aftur spilað Pukemaster af því að það var einn af leikmönnum það kvöldið, Já. hann vann Pukemaster Mm. og hann vann Pukemaster bara. Með því að gubba yfir allt. Já, bara gubba yfir Pukemaster. Já. Og það bara, ok, nú er hann búinn að vinna Pukemaster, Já, bara punktur. þá þurfum við ekki að spila Bara Pukemaster Highlander. aftur. Það er bara Highlander. Já, Svona, það er bara eitt Pukemaster. sama kvöld pissaði annar vinur minn yfir fartöluna minna að því hann hélt að hann var á klóstinu þegar ég var fullur. Já, því hann opnaði hana eins og closet situ. Já, Það er mjög fyndið. Ég held ég hef aldrei pissað eitthvað svona. það hefur þú svona veist. mestu verið pissað á því. Það hefur alveg definitely, þú veist, já, vitamál. En ég er bara að segja, Bara þegar ákveðin aðeins komin í herbyggja þegar og svona já, 12 ára já, ég mann því. í partí. R. Hélt hann var í Kelly, klósettinu. R. Kelly R. Íslands. Kelly mætti og pissaði á mig því ég var svona 12 ára. Nei, það var mjög fyndið. Já, Það var svona, byrjaði hræðilega, en svo, eða veist, nei, fyndið. Það leit mjög illa út fyrst, já, en svo var það fyndið. já. En ég held ég hef aldrei, þú veist, maður er alltaf að heyra sögur eitthvað svona, já, hann, þú veist, pissaði á hundi minn eða eitthvað, eða á tölvuna mína, eða, ég held ég hef aldrei gert það. Ég Eitthvað svona haldið að ég sé á klósettinu, pissaði einu sinni upp í gluggasillu, en það var bara þegar ég var bara, varst að reyna að pissa út. nei, ég var að labba í svefni held ég eða eitthvað. Já, það telst Ég ekki var bara krakki, sko. Já, það telst miklu minna með. Já. Ég er að meina eitthvað svona, En ég meina, það var einu svona gaur sem að kúkaði í pissuskálanum upp í Fjölbraut. já, Balli. eða inn í klósettrúluna Já, í partí. já. En það til dæmis, núna hef ég verið á böllum. Já. Hvenær gefst tímútur til að Já, það er, það er svolítið upptekið. það er alltaf, allan tíman alltaf fullt klósettið.
Það er hvað einhver með kúkað í pissuskáluna. Nei, það er einn að pissa vinuðin fyrir fram að þig, þið eru að þykist fyrir sleik, hann er að kúka og þú ert að pissa inn á milli, skilurðu. Okay. Ég man að ég var einu sinni í gæslu á einhverju balli á Glöngaflöðinu og það var oft eitthvað svona brotin setan eða eitthvað, whatever, skilurðu. En eitt skipt þá var brotið rörið inn í klóstinu á botninum. Já. Og ég var eitthvað hvað, fyrst sem ég hugsaði að það var bara eitthvað nött að það fucking harta fucking, en þú veist, eða kúka það hörðum kúk, það var svona svo spjót sem kom svona í klóstið. Ég elskaði reyndar, ég var held ég tvisvar í gæslu á balli í fjölbrautaskólanum. Já. Og í bæði skiptin þá sem sagt opnar inn á ballið. Já. Og þú veist, við erum bara svona að taka á móti fólki þegar koma inn og kemur gaur inn á ballið fyrir beint inn á klósett, stípla klósettið, situr að læsturinni í klukkutíma og það byrjar svona flæð undan hurðinni og maður svona já, ok, og það er eitthvað svona þarf að díla við það. Bæði böllin, sami gaur þegar hann kom inn á ballið. Sami hluturinn. Nafni minn, ekki hatt sá nafni minn. Nei, ekki nafniðin. Ekki neitt nafni minn, ok. Og bara alls ekki nafniðin. Ok. Var það Irróð? Andstæðan við nafniðin. Það var Reverse Flash. Heitir hann ekki Reverse Flash? Vondi kallinn í Flash. Sem fer úr hægt. Ég er hægustu maður í heimi. Oh shit. Hreyfing mín er mælt í angströmmum. Já, hérna förum á annarkvort bætu við Láru við hérna í podcastið. Nei, þetta er komið gott sko. Við erum búin að vera hérna í alveg næstu 2 klukkutíma. Já. Guð, það er bara 36 mínútur á þessu. Já, hættir eftir klukkutíma. Já, gerir nýja skrá sko. Það er ekki þennan á mín. Hérna Nettót. Þetta er alltaf langt podcast. Nei. Er þetta two-parter? Nei. Við erum bara getting freaky with it af því að við erum í djúbríkinu. Já, við erum í felum. Já. En þú veist, bara gaman að fá hérna að vera með. Já, maður. En ég vona að ykkur hafi gaman að hlusta á þetta. Þú þetta. Hei. Gott út. Já, örugglega. Hei. Örugglega. Gott út. Ég vona samt að ég var alveg til að koma aftur samt í hérna meira í djúpríkið sko. Með þér og Dodda. Já. Í þar sem að við erum í stúdíónu. Það er 3. parturinn af fréttaskýringaþættinum bara fljótlega, þannig. Ok. Þá tökum við uppljóstri við allar heimildirnar og skúpin okkar. Mér finnst þetta gett, ég ætla að bæta við að þið voru að tala um styttunar af Trump. Já, þú varst með nýja styttu, það ekki? Já, sko, tvennt nýtt í styttu. Ok, þetta er trailer fyrir fréttaskýringaþáttin nr. 3. Já, sko, tvennt nýtt í styttu Trump. Trump, þegar hann, ég er ekki alveg viss hvort það hafi verið fyrra termið hans eða núna, en þegar hann flutti inn í The Oval Office þá lét hann fjarlæga sem sagt Martin Luther King styttuna, börstið sem var þar, sem er alveg bara svona what are you doing, man? Það er skrítið. Já, og bara svona, það er bara svona fyrsta sem hann gerir. Hann er með styttu af eina verra sem hann getur gert er að mála hana brúna og svo hendin út eða eitthvað. Eða mála hana hvíta. Já, actually, að mála hana hvíta. Já. Svo er hann með styttu í The Oval Office eða, já, af hérna sem sagt ljósmyndin af honum þegar hann er nýbúið að reyna að skjóta hann, eða þú veist
örugglega bara eitthvað stönd. Já, ekki skjótan. Já, þar sem hann stendur svona með hnefann svona upp í loftið og eru svona gaurar að draga hann í burtu. Hann er með styttu af því á fucking skrifstofunni, á sporöskjulaga skrifstofunni. Sporöskjulaga skrifstofan, maður. Í sporöskjulaga skrifstofunni er hann með þessa styttu. Já. Þetta og margt meira í næsta fréttaskýringin þetta, part 3. Já. The Oval Office. Hann mun heita The Oval Office eða sporöskjulaga skrifstofan. Við sjáumst þar. Yes sir. Bless. Bye. Þú verður að komast í hann út.